Já, komið sæl aftur og við erum hér í frétta og umræðu þættinum okkar 21 og við ætlum að fara næst í þetta. Við ætlum að tala Jemen. Áður en við fáum viðmælanda sem að skýra okkur frá ástandinu þar, þá skulum við sjá þetta. Má ég segja þér svolítið? Ég á vinkonu sem ég lék mér oft við. Þá kvöld þegar við heyrðum í sprengjunni. Hún bergast við engar byssur eða byssur. Ég sakna skólans. Ég veit ekki hvort heimurinn viti hvað að gerast hérna í Jemen. Er einhver að hlusta? Það skylda okkar að hlusta. Sendu SMS-ið Jemen í númerið 1900 og hjálpaðu börnum í Jemen. UNICEF fyrir öll börn. Já, þarna fengum við sýnishorn af því hvernig ástandið í Jemen, en börnin í Jemen, þau eru í lífshættu því að hungursneyð yfirvofandi og þegar eru 400.000 börn í bráðri lífshættu. Ekki þó enn búið að lýsa formlega yfir hungursneyð og það víst þess vegna sem að Jemen ekki aðal fréttin allstaðar, þó að ástæðan sé sannanlega til staðar. Við ætlum að tala við framkvæmdastjóra UNICEF á Íslandi sem hefur hafið söfnun og Margrét Marteinsdóttir tekur við. Já, takk fyrir það, Linda. Þetta veruleikinn í Jemen. Við þurfum að tala Jemen núna, daglega, nánast hverja mínútu. Þetta ætti að vera í rauninni forsíðu fréttir allstaðar. Það ekki svo. Það þarf að leita svolítið til að finna fréttir af ástandinu þarna sem fer versnandi með degi hverjum. UNICEF að byrja söfnun. Söfnun hafin hjá UNICEF. Hann komin til með Bergsteinn Jónsson sem framkvæmdastjóri. Velkomin. Takk. Þetta veruleikinn í Jemen, við vorum að lýsa þarna í kynningu. Það eru 14 milljónir íbúa núna í Jemen sem eru á barmi hryllilegrar hungursneyðar. Og þetta helmingur þjóðarinnar og þetta virðist vera að fara yfir í stærðargráðu sem ekki hefur sést ansi lengi. Hvað UNICEF að gera núna? UNICEF náttúrulega bara gerir sitt besta á vettvangi til þess að veita hjálp gegn vannæringu og best af miklum krafti gegn henni, að reyna að snúa þessari ótrúlega óhugnalegu þróun við. Því að það eru 400.000 börn í það minnsta sem eru með bara alvarlega bráðavannæringu í landinu eins og og nú á að kanna betur næringarstöðuna núna í þessum mánuði og það eru mjög margir sem að velta fyrir sér hvort að þá komi í raunin ljós þessum mörgum grunar að það skollin á hungursneyð. Það hefur ekki formlega verið staðfest, þannig að kannski að þú útskýrir fyrir okkur hvernig þetta virkar hjá Sameinuðu þjóðanna. Það hefur ekki formlega verið staðfest að það sé hungursneyð í Jemen. Nei, það var lýst yfir hungursneyð í Suður-Súdan, sumum svæðum í Suður-Súdan í fyrra. Á sama tíma voru önnur landsvæði og þar meðal Jemen sem voru alveg við það. Það dálítið strangar skilgreiningar sem að þurfa að vera til staðar. Það þurfa vist margir að hreint og beint að vera að deyja úr hungri og það þarf viss stóra prósentu barna að vera með bráðavannæringu og annað slíkt. En ástandið náttúrulega svo löngu orðið langt yfir grafalvarlegt. Þannig að það kæmi mér ekki á óvart ef þetta yrði niðurstaðan. En þó þetta verði ekki niðurstaðan, að þá verður bara eitthvað að gerast það því að ástandið svo hræðilegt. Hjálparstarfsmenn þarna á svæðinu hafa sagt, og ég sá í fréttum meðal annars CNN og fleiri stöðum Guardian, að það þurfi bara að fá þessa staðfestingu á því sem við vitum og fólk sem vinnur þarna í Jemen veit, en það sé vont að þurfa að bíða eftir henni. Hvað breytist þegar staðfestingin komin? Hvað gerist þá? Það náttúrulega gerist í raun mjög margt bara við það að þetta orð komi inn í öfnuna. Þetta orð hungursneyð. Við þekkjum þetta öll bara að hungursneyð eitthvað sem hreyfir við okkur. Og þetta náttúrulega aðdragandi hungursneyðar næstu jafn alvarlegur. Það sem mun gerast bara að kastljós fjölmiðla mun beinast meira að Jemen. Áhugi og áhyggjur almennings allan heim mun aukast og ríkisstjórnir mun verða kallað á ríkisstjórnir að gera enn betur við að
gera sitt til að kippa málum í lag. Því að þetta sko auðvitað, þetta er svo, ástandið svo stórt og það svo flókið og það svo hættulegt að það þarf svo skýra stefnu, það þarf svo skýra breytingar, það þarf svo skýrt inngrip til þess að rétta ástandið við. Því að sko auðvitað eru sprengingar og það er hernaður bara gegn óbreyttum borgurum líka og dauðsföll af völdum þess. En í raun þetta sko efnahagslegi hernaðurinn bara öllu alvarlegri. Því að það eru miklar efnahagsþvinganir á landinu, það hafa verið hafnbönn og annað slíkt. Og nú jemenska ríaliði í frjálsu falli og það þýðir bara fyrir sko þjóð þar sem 70% lifa á minna en $1 á dag. Ef að mataverð hækkar upp á öllu valdi, þá þýðir það bara eitt. Svo að samfara þessu þá hækkar náttúrulega eldsneytisverð líka sem setur alla innviði landsins í hættu. Ekki síst sko innviði sem snúa vatni, hreinlæti og heilsugæslu. Og í landinu sko í fyrra var kom upp sko stærsti kólerufaraldur sem að þekkst hefur. Ég held að það hafi verið sko yfir 1,1 milljón manna sem sýktist af kóleru sem gerist þá þegar að úrgangur blandast við vatn, við grunnvatn. Þannig að ástandið er hræðilegt en það getur orðið svo miklu hræðilegra að ég held við bara eigum ekki að hugsa til þess. Nei, og það er náttúrulega viðbrögðin skipta alveg ofsalega miklu máli, þau skipta höfuðmáli og eins líka að það gerist hratt og nú þegar eins og hefur komið fram í fréttum þá eru 130 börn yngri en 5 ára að deyja á hverjum einasta degi út af ástandinu. Já. Hvað verið að gera núna? Nú það verið að reyna að sporna gegn vannæringu, það verið að reyna að halda úti menntun fyrir þessi börn eins og mögulegt því að það ennþá hættulegra að við missum heila kynslóð af börnum í rauninni út, talað týndar kynslóðir og í raun má segja að það fyrir löngu komin týnd kynslóð í Jemen, bæði af börnum sem ekki geta sinnt námi en eins líka bara börnum sem eru orðin vanþroska vegna vannæringar. Og ofan á það bætist náttúrulega tráma stríðsrekstursins og alls þess. Þannig að það verður að reyna, sko menntun er sem sagt stabilitet fyrir börn og í rauninni bara sálræn meðferð á svona tímum. Og saman tíma er náttúrulega verið að reyna að berjast gegn sko halda niðri kólerunni og það er verið að risastór bólusetningarherferð gegn kóleru í gangi núna og aðgerðirnar gegn kóleru hafa verið mjög umfangsmiklar. Og svo bara vatn og hreinlætismál og heilsugæsla. Þannig að við gerum okkar allra besta og komumst inn á vel flest svæði, sko oft þarf að semja það og annað slíkt en við komum þeirri hjálp sem við megnum til skila en það þarf bara miklu meiri hjálp. Þannig að sko, þú veist, lausnirnar, það eru alveg stóra lausnir sem þarf að ráðast í. Við megum samt ekki gleyma því á meðan við bíðum eftir því. Að stundum talaðum að þegar fílarnir berjist þá er það grasið sem þjáist. Og á meðan fílarnir eru ekki búin að gera upp hugsun hvort þau vilji leysa almennilega úr þessu og þá þurfum við að græða svörðin. Og þá bara ég og þú. Og hugsa hvaða aðgerða get ég gripið til þess að leggja mitt af mörkum. Af því að þetta ógeðfellda stríð er ekki mínu nafni og ég vil ekki að börn þjáist eða láti lífið og ég ætla að gera mitt til þess að reyna að koma í veg fyrir það. Því að þótt að það sé verið að tala sko að þurfi $1 milljarð inn í hagkerfið til þess að sko rétta af gjaldmiðlun og annað slíkt og það þarf að grípa til þeirra aðgerða. En á sama tíma þá kostar sko 6 til 8 vikna meðferð gegn vannæringu 10.000 krónur og með því er hægt að bjarga lífi barns. Þannig að við erum líka bara þeirri stöðu að við bara getum bara dálítið verðlagt líf og getum stigið inn og lagt okkar á mörkum á meðan fílarnir deila. Við sjáum vannærð börn, skelfilegar myndir sem að berast frá Jemen og maður velti fyrir sér, eins og ég sagði kannski í upphafi af hverju þetta er ekki á forsíðum allstaðar, allra netmiðla,
allra prentmiðla og að það sé ekki hreinlega bara allir að ræða þetta. Og maður velti fyrir sér af hverju það þið sem að starfið við þetta á hverjum einasta degi. Hvað finnst ykkur viðbrögðin? Hvernig væri til dæmis viðbrögðin ef þetta væri, af því það stundum tala fjárlægð, ef þetta væri til dæmis að gerast bara hreinlega í Ástralíu? Hver væri viðbrögðin þá? Ég meina. Væru þau öðruvísi? Já, þau væru öðruvísi. Ég meina, ef við hugsun bara aftur til flóðbylgjunnar á Indlandshafi, þar sem hún skall á ströndum sem við höfum sjálf legið á eða fólk úr okkar menningarheimi. Það bara dálítið í mannlegu eðli að líta sér dálítið nálægt, sko, en þannig að já, viðbrögðin væru mjög ólík, sko. Það núna ykkar verkefni hjá UNICEF að vekja athygli á þessu. Já. Fá fólk til þess að átta sig og skilja og taka þátt. Og hvernig gerið þið það núna? Við erum með söfnun í gangi fyrir Jemen og höfum verið með lungan á árinu. Og það bæði hægt að senda SMS í Jemen í 1900 og gefa þannig 1900 krónur. Eða fara inn á leggja inn á bankareikning hjá okkur. 701 26 10 20 50. En bara, þú veist, mér langar bara að undirstrika að við þurfum bara öll að láta að leggja okkar á mörkum, sko. Og þetta fer beina leið til þeirra sem að hafa það verst í Jemen? Já, ég meina þetta fer bara í aðgerðir UNICEF og samstarfsaðila bara á öllum þessum sviðum, allt frá vatni og hreinlæti, baráttunni gegn vannaringu, út í sko beina fjárstyrki við fátækar barnafjölskyldur. Því að oft veit þetta fólk miklu betur hvernig það á að nýta fjármuni vel við svona aðstæður heldur en hjálparstofnanir. Þannig að hjálpin skila sér, sko. Við þurfum bara meiri hjálp og við þurfum að leggjast öll á árarnar. Við skulum muna eftir því að það tók okkur líka nokkur ár að átta okkur á alvarleika mála í Sýrlandi. En svo tókum við okkur, þó að sjá ekki fyrir endan á því. En við þurfum að hlusta eftir Jemen og við þurfum að taka eftir Jemen og ég vil ekki þurfa að mæti mikið fleiri viðtöl Jemen. Einmitt. En viðbrögðin nú þegar? Þau hafa bara verið nokkuð góð. Við höfum safnað eitthvað 15 milljónir eða svo núna í vor. Og þú veist, það hægt og þá bara glasið hálffullt eða tómt, það dropi í hafið eða það bara fullt af litlum barnslífum, litlum ljósum sem fá að loga áfram. Af því að við forgangsröðum aðeins öðruvísi í mánaðarbudgetinu. Þannig að bara ég hveta alla til þess að láta þessu máli varða og ég veit að það eru mjög margir á Íslandi og við höfum fundið fyrir því núna í kjölfar nýjustu frétta og í kjölfar mynda sem bárust frá Jemen sem að New York Times birti. Við höfum svona leitast við að sýna ekki börn svona í svona varnarlausri stöðu bara til þess að tryggja mannverðingu þeirra en ég samt alveg sammála myndbirtingu New York Times á þessum tímapunkti. Stundum þurfum við bara að horfast í augu veruleikann og hann oft mjög ljótur. Bergsteinn Jónsson, takk fyrir að koma. Kærar þakkir. Og gangi ykkur vel og við höldum áfram hér á Hringbraut eftir augnablik.